Góðan daginn, Snorri heiti ég og við ætlum að hlaupa hérna yfir hlutverk og heimildir í Navision. Nú, við ætlum að taka smá örnámskeið í því hvernig menn setja upp hlutverk fyrir notendur og setja heimildir á þessi hlutverk á notendurna sjálfa. Og skulum byrja hérna á þessu. Nú, allir notendur þurfa að hafa sitt hlutverk og hlutverkunum stýrt eða svona fyrirfram gerð þannig að menn hafi aðgang að því sem þeir þurfa að vinna með. Og heimildirnar eru í raun og veru tvenns konar. Annars vegar setjum við notendaheimildir á notendurna sjálfa eða á hlutverkin og hins vegar getum við sett heimildir niður á vítargildi eins og deildir og síðan á forða. Og í lokin ætla ég að kynna fyrir ykkur líka eitt flýtilykil af því að nú allir flýtilyklar nýir í Navision og það var ágætt að temja sér að nota þessa flýtilykla. Það eru þreytandi að nota músina endalaust. Nú, í nýrri útgáfum af Navision biðlarinn eða aðgangur notanda svo kallaður hlutverkamiðaður aðgangur eða role tailored sem heitir á ensku. Það þýðir einfaldlega að notandi fær valmynd, svona heimamynd sem sniðin að hans þörfum. Og við sjáum þarna að til dæmis til valmynd sem heitir aðalbókari. Nú fyrir þá sem að vinna málefni fatlaðra hafa þeir sér valmynd sem heitir FLMF. Og þeir sem að vinna í launakerfinu með laun. Þetta eru bara dæmi nokkra valmyndir sem möguleikir á. Við getum séð þetta í raun og veru ef við skoðum, tökum Navision yfir hérna og þá þetta undir sérstillingar hérna notanda. Þá sjáum við að hver notandi og ef við skoðum til dæmis bara notandan Jón H. Förum inn í hann. Þá sjáum við að hér eru valdar sem fyrir þennan notanda valin valmyndin starfsmannastjóri. Og þá sjáum við hérna að við höfum úr nokkrum valmyndum að velja. Þannig að það eru til nokkur nú þegar til nokkur hlutverk og að sjálfsögðu getum við náttúrulega aukið við eða búið til ný ef þess þarf. Þannig að þetta einfalt í sjálfu sér og þetta snýst það að menn hafi aðganginn vegna þess að þá miðað við að hann geti unnið sem mest af vinnunni út frá sínu hlutverki og þurfi ekki að vera að flakka mikið á milli. Nú, síðan þarf að gefa notendum heimildir til þess að geta gert eitthvað í kerfinu. Og við setjum heimildarsamstæður svo kallaðar annaðhvort niður á notendurna sjálfa eða notum svo kallaða notendahópa sem hefur aukist mikið í nýrri útgáfum vegna þess að það svona einfaldari stýring og þægilega að eiga við það, sérstaklega ef það þarf að taka heimildir af eða bæta á. Og þá erum við til dæmis með notendahópa hérna sem til dæmis fyrir þá sem að vinna í áætlunarkerfinu, bankasamskiptakerfinu, félagsmálum eða í bókhaldinu. Þetta bara dæmi nokkra notendahópa og við getum rúllað okkur yfir í hérna Navision aftur og séð í raun og veru þetta eru þeir notendahópar sem til í sveitarstjórnarkerfinu í dag. Og þið sjáið hér að hér eru nokkrir hópar og að sjálfsögðu að því að íslenska sveitarfélög eru náttúrulega ekki mannmörg víðar hvar og þá getur einn notandi verið í fleiri en einum hóp og það í sjálfu sér ekkert að því. Og við sjáum hérna til dæmis ef ég fer inn í bankahópin hérna í þessu safni þá sé ég í raun og veru hvaða heimildarsamstæður eru í þeim hóp og hér engin notandi. Við skulum finna eitthvað sem bæði, það ekki gott safn, en ok. Þarna get ég raðað inn og það mjög einfalt til þess að ef ég ætla að setja eitthvað notenda í bókarahópin þá fer ég bara hérna upp í meðlimir í notendahópi og sæki eitthvað notanda sem að hérna í listanum eins og Þóru
og þá hún komin í hópinn og fær þar að leiðandi allar þessar heimildir sem eru hérna í gráa reitnum Haramein, það er að segja þessar heimildasamstæður. En þær eru náttúrulega miðast við það að hún geti unnið það hlutverk sem að notendahópurinn með í þessu tilfelli bókari. Ef ég ætla að taka hana af og samhliða þessu færast þessar heimildir á notendaspjaldið hennar, ef ég tek hana úr hópnum, þá fara þær sjálfkrafa af henni. Þannig að það að nota notendahópa einfaldar mikið. Hinn kosturinn væri að fara inn í notandan Þóru og setja allar þessar samstæður, heimildasamstæður inn á hana. Og það getur verið töluvert mál að muna eftir því að hvað tilheyrir hverjum hóp eða hvað hlutverki fyrir sig. Þannig að ég mæli með því að menn noti hópana. Ef við höldum áfram hér, þá sjáum við, hér til dæmis dæmi aðalbókara valmyndina sem að notendur með og í sjálfu sér kannski betra að sýna hana hérna live hendin yfir og þá sjáum við í raun og veru að þessi valmynd miðast við það að sá sem að hefur þetta hlutverk komist inn í þau kerfi sem hann þarf að komast inn í og hérðan sjáum við í raun og veru að hérna uppi uppgjörskerfið lengst í vinstri, svo innheimtukerfið, verkbókhaldið, bankasamskiptin, þannig að hann í raun og veru vaskurinn hér áfram í bannetnum allt saman. Bláu kassarnir eru líka kerfi í raun og veru, hér getur maður fylgst með gjaldfallum skjölum, aðeins neðar er uppáskriftarkerfið, reikningar í uppáskrift hérna í þessum tálkum hér. Þannig að í raun og veru getur hann unnið vinnuna sína eiginlega alfarið frá heimasíðunni sinni og farið inn í eiginlega hvaða kerfi sem er. Þannig að ef hann er að elta sig eitthvað bankasamskipti þá fer hann bara inn í bankan og þar að leiðandi fær hann bankakerfið upp og getur farið að vinna í að fylgjast með innra ósendar greiðslur og annað slíkt og bókaðar greiðslur og svo vidare. En hann þarf þá að hafa heimildir á bakvið að komast inn í kerfin og í raun og veru virkar þetta þannig að ef þú hefur ekki heimild í eitthvað og ef við skoðum til þess hérna í bókaravalmyndinni ef hann hefur ekki heimild í einhvern hluta eins og innheimtukerfi þá sér hann hlutin ekki. Þannig að menn með mismunandi heimildir geta verið með sömu valmynd en séð mismundi sem er náttúrulega jákvætt. Við höfum nú útbúið svona Excel-skjal sem les beint inn í grunninn og til að einfalda mönnum utanumhald til að sjá í raun og veru hvað eru margir með hvaða hlutverk. Þarna er nú myndinni, þarna sé ég í raun og veru að í þessum grunni eru 3 með superhlutverk, 4 með grunnhlutverk og svo þetta er alls 12 hlutverk í þessum grunni. Síðan get ég grafið niður hverjir hafa hvað. Þetta gerðum við í raun og veru af því að endurskoðendur eru alltaf að spyrja hvaða hlutverk hver hefur og í sjálfu sér getur verið flókið að fylgjast með af því að þessi matrixa getur orðið ansi víð. Ef ég fyrir aðeins tilbaka hérna þá sjáum við varðandi heimildar að þetta er í raun og veru heimildasamstæður sem eru settar inn á notendur eða notendahópa og á bakvið heimildasamstæðurnar eru síðan heimildnar teknar niður. Hér er ég til dæmis með dæmi bókarasamstæðuna og við sjáum það að MT bókari hann hefur aðgang í þessar töflur, það er að segja töflu 3, 4, 5, 6 og hérna áfram og síðan sjáum við hérna á lárétta ásnum að maður gefur heimild hvort það megi bara lesa þessa töflu eða hvort það megi bæta við inn í hana, breyta inn eða annað slíkt. Þetta getur við í raun og veru kannski séð betur hér ef ég fer inn í heimildasamstæður. Að hérna, við skulum bara byrja aðeins svo að menn átti sig á þessu. Hér er notendahópur og ef við skoðum til dæmis ef við förum í bókarahópinn hér
þá bókarhópurinn til dæmis með einhverja heimild sem heitir MT App bókari. Nú, ef við færum inn í heimildasamstæðuna MT App bókari, förum í heimildasamstæður, þá sjáum við finnum við hérna heimildina, við sjáum það til hans í margar heimildar. Hér MT App bókari. Ef við skoða hvaða heimildir eru á bakvið það, þá erum við að tala hér ansi viðtækan aðgang að mörgum töflum og mismunandi hvort hann megi bóka inn í þær eða sem lesa þær. Hann hefur sjálfsögðu heimild að lesa allar þessar töflur, þannig að hann getur séð töflurnar eða gögnin í þeirni, en hann hefur ekki alltaf endilega aðgang til að bæta við eða breyta eða út úr töflunni eða gögnum. Þannig að það þessi stilling sem kannski flókin og þar að leiðandi einfalt að nota notendahópana af því að þá tryggt að þar séu heimildasamstæður sem að gefa aðgang að því sem þarf að gera. Og hér ertu til dæmis með þessa hér. Nú, þið sáuð að þessi notandi bókari var með miklu fleiri heimildir og að sjálfsögðu eru aðrar heimildir í gangi sem eru kannski með öðruvísi aðgang að einhverju ákveðinni töflu, eins og til dæmis töflu 3. Þá gildir í raun og veru ítrasta gildi, það er að segja ef hann í einni hefur hér í gjaldmiðlunni hefur hann bara heimild til lestrar, ef hann með einhverja aðra heimildasamstæðu sem gefur hann meiri réttindi, þá nýtur hann þess og hefur þau réttindi. Þannig að menn verða að fara mjög varlega með að veita heimildir og annað og átta sig á því hvaða afleiðingar það hefur. Stýringin alfarið hér og þið getið ímyndað ykkur að taka allar þessar heimildir og reyna að maksa þeir saman. Þegar endurskoðandi spyr hvaða heimildir maðurinn hefur þá það náttúrulega meira en að segja. Þess vegna kemur Excel-skjali í góðar þarfir. Nú, síðan hægt að gefa takmarkaðar heimildir niður á deildir, málamarkadeildir og forða til dæmis, sem glóbalt yfir kerfið, sem þið sjáið í raun og veru, það hérna undir sveitastjóranum, má sjá. Við segjum hérna bara, förum heim og förum í sveitastjórakerfið sjálft og í uppsetninguna þar. Þá sjáum við að hérna, hér eru til dæmis notendaupplýsingar. Ef ég skoði eitthvað notanda, förum inn í hann, þá get ég sett á hann deildarafmörkun eða forðaafmörkun, hérna, sem segir það að ég get sagt að þessi notandi megi bara nota eitthvað ákveðna forða eða forðaflokka, ef menn eru með forðana í flokkum. Nú, ég get líka sagt að þessi aðili megi bara skoða eitthvað deildir. Það er að segja hann megi bara vinna í málaflokki 04 og bara í einhverjum ákveðnum skóla, veljum einhverju leikskóla. Þannig að þá í raun og veru sér viðkomandi aðili ekki neinar tölur í fjárhagslykli eða annað sem tilheyrir einhverju öðru. Það filterað alltaf niður á þessar afmarkanir sem eru settar hér. Og í raun og veru get ég líka í notendaupplýsingunum sagt að takmarka hvenær hann má bóka og það ýmsar aðgerðir í þessu en með því að afmarka sýnina með því að setja deildarafmörkun þá til dæmis leikskólastjóri hann sér þá ekkert annað. Og þetta náttúrulega svona eitthvað sem að menn þurfa að leggjast yfir líka ef þeir alltaf fara að setja inn forðaafmarkanir og deildarafmarkanir á notendur. Nú, þetta í raun og veru svona kannski gróft og fljótt yfirlit yfir þetta, þessar heimildir okkar. Í raun og veru gengur þetta út á það. Nú þessi flýtilykill hérna sem ég ætlaði að sýna ykkur, Ctrl F7, hann í raun og veru, ef að menn eru staddir inn í einhverju spjaldi eins og viðskiptamönnum eða bókarslykli eða einhverju slíku, við tökum bara bókarslykilinn sem dæmi og ég inn í hann hér, ég staddur í einhverju ákveðnu lykli
sem með hreyfingu væntanlega. Þessi hér, í staðins að þurfa að fara inn í færslur og annað, þá get ég sagt Ctrl F7 og þá á að opnast fyrir mig, þá opnast hreyfingarnar, allar hreyfingar sem eru á bakvið þennan, og ítti Ctrl F7 ætlaði að segja. Þá opnast hreyfingarnar, ég ætla að stækka en ekki að loka. Þá þetta hreyfingarnar sem mynda saldóna og viðkomandi reikningi. Og síðan get ég náttúrulega bara að raða eins og venjulega í réttri röð eða hvað sem er. Og þetta á líka við viðskiptamannahreyfingar og annað slíkt. Ef þú ert inn í lánardrottni eða viðskiptamanni, þá getur þú bara farið inn í viðskiptamanni hérna til þess og staddur í einhverjum ákveðnum. Hérna, hún með stöðu, sé ég hérna, ef við séum Ctrl F7 á hana, þá á ég að fá hreyfingarnar hennar sem mynda þessa stöðu. Þannig að þetta er svolítið þægilegt að eiga þennan lykil að. Nú, það sem við vorum náttúrulega að reyna að fara yfir er það að allir notendur þurfa að hafa hlutverk og allir þurfa að hafa heimildir. Og hlutverkin ráðast af því hvaða verkefni menn er að hafa. Og heimildina verða að vera í takt við það, þannig að menn geti unnið vinnuna sína. Nú, notendahóparnir auðvelda okkur að raða mönnum inn í sem sagt til að vinna, að hafa þar heimild sem þau þurfa til að vinna. Þannig að ég hvet okkur til að skoða þá möguleika og það mun einfalda mikið utanumhald á því hvaða heimildir menn hafa í kerfinu. En þetta er svona sígilt að menn svona eru gefandi heimildir beint á notendur, svo hætta notendur eða skipta hlutverk og þeir sitja uppi með miklu meiri heimildir heldur en þeir þurfa og þá verða endurskoðendur ekki glaðir. Það að nota hópana hjálpar ykkur alveg að halda utan og þá get ég sagt hverjir hafa rétt til að vera bókarar og hverjir hafa rétt til að vera í launum og annað slíkt. Og miklu einfaldari hátt. Nú, ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra. Þetta er nú svona ansi hratt farið yfir stóran hlut, en í sjálfu sér er þetta nú ekkert flókið svona í stóru myndinni, en þetta getur vafistur mönnum þegar menn fara að veita heimildirnar sem slíkar. Og allir þekkja nú villumeldingarnar þegar menn hafa ekki heimild til að lesa eða bóka eða gera eitthvað. Og þá er það yfirleitt að annarkvort vantar þá heimildina inn á viðkomandi notandi eða hóp eða þá að hann er að gera eitthvað sem hann hefur ekki heimild til að gera. Nú, ef það eru einhverjar spurningar, þá bara endilega sendið þið hérna á mig, Snorri Advice, eða ringið þið og eða sendið þið á sveit. Skoðið endilega notendahópana og hérna eigið þið bara góð jól. Það er nú gaman að pæla í þessu yfir jólin og ég þakka þá bara fyrir í dag.